Í þessari litlu saumastofu í útjaðri Katmandú býr og vinnur Katkar fjölskyldan. Systurnar Ramita og Nasren hjálpa oft til í búðinni þegar þær eru búnar í skólanum. Það er mikilvægt, því þannig hjálpa þeir mömmu sinni, Sushmita, að fá pening fyrir húsaleigunni og til að kaupa mat. Þegar allir hjálpa til, þéna þær 750 krónur á dag. Það er ekki mikill peningur, jafnvel í Nepal, sem er eitt af fátækustu löndum heims. Í nokkur ár hafa þær þurft að bjarga sér án aðstoðar frá pappa systrana sem yfirgaf þær þegar þær voru bara litlar. Pabbi þeirra fór frá þeim fyrir 7 árum síðan. Yngri systirin var 8 eða 9 ára og svo eldri var 10 eða 11 ára. Það var mjög erfitt fyrir þær því þær voru mjög fátækar. Mamma þeirra vann stöðugt. Systurnar voru mjög litlar og mamma þeirra vissi ekki hvað hún ætti að gera við þær. Hún var óörugg með allt. Það var enginn sem hjálpaði þeim. Hún var alein með þær. Dag einn kom Sushmita, mamma þeirra, í barnaþorpið og spurði hvort þau getu hjálpað henni. Starfsfólk SOS heimsótti þær og sá að þetta var fjölskylda sem þyrfti að styðja við. Fjölskyldan fékk aðstoð frá SOS barnaþorpunum svo þeim geti liðið betur. 1 mánuði síðar reið stóri jarðskjálftinn yfir. Þær áttu lítið hús sem gjöreyðilagðist. Það var mjög hættulegt að búa þar. Þær hafðu engan tíma til að taka neitt með sér þaðan. Það var alltof hættulegt að fara þangað inn. Svo þurftu þær að búa á opnu svæði til að vera öruggar. Það voru mjög margir þarna. Þetta var versti tíminn. Eftir jarðskjálftann aðstoðuðu SOS barnaþorpin fjölskylduna að fá nýjan stað til að búa á og að opna saumastofuna, svo Sushmita gæti byrjað að vinna aftur. SOS barnaþorpin borga einnig skólagöngu systrana og hafa hjálpað mömmunni aðeins með saumastofuna. Þau munu halda áfram að hjálpa stelpunum svo þær fái menntun og geti fengið vinnu. Nú gengur mikið betur hjá þeim. SOS barnaþorpin borgar skólagjöldin þeirra og þau munu halda áfram að sjá þeim fyrir menntun. Það er mjög dýrmætt. Í dag horfir fjölskyldan björtum augum á framtíðina. Þetta hjálpar þeim mjög mikið og gerir þeim kleift að takast á við lífið. Framtíð þeirra er mun bjartari núna.